Já, góður hlustundur, velkomin að Rauða borðinu á þessu þriðjudagskvöldi í upphafi kreppu. Við erum alltaf eiginlega með sama umræðuefni, það er svona hvers konar tíma við erum að lifa, þessi spennandi tímar sem okkur eru boðið upp á, hvers konar krepp þetta er, hverja hún mun bíta hart, hvers konar heimur kemur út úr kreppunni, verður það sama veröldin eða verður hún betri eða verður hún kannski verri. Til að ræða þetta eru komin í kvöld til mín Halldór Armand Ásgeirsson, hann er rithöfundur og pislahöfundur á Rás 1, Auður Magdís Auðadóttir, hún er doktorsnemi í félagsfræði menntunar, Unnur María Máney Bergsveinsdóttir, hún er sagnfræðingur og ekki síður sirkuskona, hún húlar betur heldur en flestir aðrir. Og Jóhann Helgi Heiðdal sem hefur verið hérna hjá okkur áður, hann er doktorsnemi í stjórnmála heimspeki í Kaupmannahöfn. Þegar ég horfi yfir hópina þá finnst það vera svona á líkum aldri, þið eru kynslóðin sem komst til vits og ára á nýfrjálshyggjuárunum, þið eru kynslóðin sem hefur verið fjallað að hafi verið svikin, búið við lakari efnahagsleg kjör heldur en foreldrar ykkar á sama tíma, ekki hvert ykkar heldur svona hópurinn í heild. Þetta er fólk sem á jaðri vinnumarkaði, sem er með veikari tengsl við fyrirtæki, er í verktöku og hagkerfinu, líka með veikari stöðu á húsnæðismarkaði. Margt fólk af ykkar kynslóð eða flest fólk af ykkar kynslóð sem hefur keypt sér húsnæði hefur gert það með stuðningi frá foreldrunum og ef þú hefur ekki stuðning frá foreldrunum þá ertu bara á leigumarkaði og leigumarkaðurinn er illur og slæmur og étur upp lífskjör fólks. Þetta er svona, þetta þegar ég er búin að þylja þetta upp, þetta er svona döpur mynd af stöðu þessara kynslóðar. Er þetta, ég veit ekki hver vil byrja á því, er þetta svona, er eins og sagt að þessi kynslóð sé einhver leyti svikin? Auður, ef ég má byrja á þér. Já, ég veit ekki, það er náttúrulega með þessu upptalningu það er alveg furðulegt að við séum bara uppistandandi sko. En þú veist, það er auðvitað alveg pínuð skrítið að vera 38 ára og vera að upplifa sitt annað hrun á fullorðinsárum. Það er ótrúlega sérstök staða og ég er ekkert viss að margar kynslóðir sé að lenda í 2 hrunum akkurat á þeim tíma sem maður er að mennta sig og reyna að koma undir sér fótunum og reyna að finna út úr þessu lífi sko. Þú veist, það er alveg rétt þegar, það er sérstök staða sko. Já. Halldór, hvað segir þú? Eru þið að mæta annarri kreppunni og tiltölulega í svona veikari stöðu heldur en fyrri kynslóðir? Fyrri kynslóðir gátu mennta sig og fengu störf við hæfi, hérna í ykkar kynslóð eru sko heilu flugfarmannir af hámenntuðum fólki sem eru flugfreyjur og næturverðirnir á hótelinu í Rangá eru allir með heimspekimenntun. Já, akkurat. Mér finnst að það er erfitt að segja sko, því maður veit náttúrulega ekki, maður veit að sjálfsög ekki hvernig er að vera af annarri kynslóð, en ég er svona að fæ á tilfinninguna að þetta gæti verið svolítið breytt sko. Og það sé kannski eitthvað svolítið spes við hlutskipti og ástand þessara kynslóðar. Ég man bara þegar ég var að vaxa úr grasi, þú veist, og maður hugsaði tilbaka og það var einhvern veginn kannski kveikt á sjónvarpinu heima á foreldrum manns, það var einhvern veginn bara alltaf sama ríkisstjórnin í minningunni, það var alltaf sama fólkið sem bara réð öllu, sömu flokkar, alltaf bara gegnum alla barnæskuna og í rauninni líka í gegnum unglingsárin, þannig að Það er Davíð Oddsson í stuttu máli. Já, og þú veist, svona andlitin sem maður man eftir á æsku, Halldór Ásgeirsson líka og maður bara svona man eftir þetta sé bara, hafi verið svoleiðis og kannski, ég get bara að tala út frá sjálfum mig, kannski hélt maður að heimurinn væri bara þannig, að þetta bara einhvern veginn, það breyttist bara aldrei neitt og svo, ég meina, ég er rétt rúmlega 20 þegar hrunið varð og það er alltaf sérstakt að vera komið með svona reynslu í bankann af einhverjum svona algjörlega geðbiluðum krísum sko. Og jú, þú veist, ég fæ á tilfinninguna
erfitt að slá því föstu. Ég fá tilfinninguna að fólk af þessari kynslóð sé mjög svona, bara þekki ekkert annað en að allt sé háð gríðarlegri óvissu og það sé aldrei neitt örugt og ég finnst þess að þessi, geta alveg ímyndað með þessi kynslóð að hugsa allt öðruvísi einmitt vinnustaðinn sinn og identiferar allt öðruvísi við fyrirtæki og atvinnu sína en aðra kynslóðir og já, það mín tilfinning sko. En þetta náttúrulega sjálfsögðu mjög háð stéttastöðu fólksins sem ræðir því að þetta bara fullt af fólki sem einmitt ekkert að upplifa neina brjálaða óvissu, eða þannig, bara kemur af old money, sko, og á peninga þrátt fyrir 2 hrun og allt það, sko. Þannig að þessi gríðarlega óvissa klárlega í gangi hjá mjög mörgum en háð líka stéttastöðu, sko. Mjög. Þessi fólk sem getur svona flogið yfir kreppunar. En ég var að hugsa, þegar þið voru að tala, þá var ég að reyna að hugsa af því að þetta þannig að öllum kynslóðum finnst þær vera einstakar og það var líka fólk á minni kynslóð við, þá fannst þau vera einstök kynslóð, kom svona mitt á milli, þetta svona mitt á milli hippa og punk, þetta fengur svona smá gat að vera ekki neitt sérstakt, sko. En þegar það verið að tala, þá var ég að veltaði fyrir mér svona stóra kreppu sem verið að vísa til núna. Það kreppan eftir fyrri heimsstyrjöld og svo stóra kreppa sem kannski 15 árum síðar. Síðan eiginlega ekkert á Íslandi fyrir síldarhrunið 68. Svo það kannski, það var svona efnahagslægð á 10. áratugnum. Það var hrunið 2008 og svo núna 2020. Þannig að það bara þannig að þið eruð að fá svona örari kreppur í hausinn heldur en nokkur sem við getum séð í svona nútímasögu Íslands. Unnur, hvað, eru þið óheppin eða eru þið heppin? Hvort það gott að lifa spennandi tíma eða má? Sko, þetta náttúrulega máltæki segir að fornkínversk bölvun hljómi svona, megirðu lifa athyglisverða tíma. En þetta sko, það sem ég að hugsa núna þú veist, ég búin að upplifa 2 svona opinber hrun, en í raun og veru eru þau 3. Því að ég kemur utan af landi og efnahagslægðin á 10. áratugnum, það hrundi allt í Borgarnesi. Þegar kaupfélagið byrjaði að liðast í sundur, þá mistu helminguna fólkdurinn á krökkunum í mínum bekk vinnuna. Pabbi minn misti vinnuna og það fór allt bara, það dó allt. Og á sama tíma þá kom fyrst Borgarfjarðarbrúin og svo kom á göngin og svo deyr öll verslun og þjónusta. Ég held að þetta raun og veru búið mann kannski svolítið undir það að vera tilbúin til að mæta breytingum og trúa því einmitt ekkert eins og Halldór sagði að það sé að maður muni upplifa einhvern fasta, einhverja reglu og eitthvað öryggi í tilverunum. Maður þurfi einhvern veginn alltaf að vera bara tilbúin að mæta einhverju áfalli. Það náttúrulega út á landi, þess að segja, ég kannski ekki við Borgarnesi, þá kvótakerfið stóð fyrir algjöru umturnun á Vestfjörðum og á Flateyri og Þingeyri og Ísafirði og svo fór kvóti frá Húsavík og hann fór frá Akranesi, hann frá Reykjanesi og þannig að löngu fyrir 2008. En það sagði oft fólk út á landi að það kom ekki hrun til okkar, við höfum bara verið í hrun. Nei, nákvæmlega, það upplifað mjög margra sem að ég þekki út á landi. En auðvitað eru þessi stóru hrun sem að taka alla efnahagsvélina í sundur, þau eru auðvitað svolítið massív. Ef það verður hrun í einu bæjarfélagi þá getur fólk auðvitað ákveðið annaðhvort að þola og þreyja eða bara að flytja, sem að fullt af fólki hefur gert í gegnum tíðina. Það er kannski það eina sem þú getur gert þegar að kvótinn seldur í burt úr sjávarþorpum. En ég held að það sé rétt sem Halldór segir, við lifum við allt öðruvísi heimsmynd, okkar kynslóð. Heimurinn miklu óstöðugri heldur en held ég fyrri kynslóðir gátu bara gengið út frá. Svo heyrir maður stundum eldra fólk segja, unga kynslóðin í dag, hún ekki svona efnahagslega háð eins og við vorum, hún sætti sig við miklu minna húsnæði og sætti sig við að leigja, ekkert að sækjast eftir því að kaupa og þar undir götunum, sem náttúrulega bara afleiðing af því að þessi kynslóð hefur verið efnahagslega miklu verð og verður að sætta sig við minna og kannski ekki þetta huglæga ákvörðun sem að hinni betur settu eldri láti veðri vaka og tala svolítið svona niður til ykkar. Jóhann, það þannig að
Það er eitthvað sem eigna einhverja svona, eins og svona breytingar á afstöðu til veraldlegra hluta sem að raunverulega kannski bara afleiðing af slæmri efnahagslegri stöðu. Já, já, ég veit það kannski ekki alveg nákvæmlega, en ég meina, ef ég má bara koma aðeins inn og þarna þegar við talum á, þarna, sko, þegar við talum sko, við höfum svona alveg upp í nýfrjálshyggjunni, að það er mjög áhugavert að því leyti sko að svona fyrir hrunið, ég meina ég var einmitt í BA-námi í HÍ þegar hrunið var og ég meina og nýfrjálshyggjan sko kemur í raun og veru bara inn á sjónarsviðið þar sko, ég meina það vissi enginn að maður var að lifa á neinum nýfrjálshyggju tímabili fyrir það, þetta var bara eitthvað svona ópólitískt andrúmsloft sem að bara einhvern veginn svona eins og þarna Zizek kallaði einhvern veginn, þetta var bara eitthvað svona holiday from history sem var í gangi, ég meina hann átti við sko Bandaríkin en ég held að þetta bara alveg við minn vesturna heim og Ísland, ég meina en já, og síðan kemur hrunið og ég meina þá einhvern veginn sko, þá fyrir maður að hugsa nýfrjálshyggju og svona og hvað svona og velta fyrir sér hvers konar svona samfélag maður lifir í og þannig að já, það verða alveg svona gríðarlega stór svona þáttaskil þarna, ég meina, það sem ég vildi benda á. En annars... Svo við hrunið þegar fólk átta sig á því að tímabilið sem var undan hét eitthvað og var öfulega ég meina, þannig var það þannig hjá mér og ég meina, mér fannst einhvern veginn eins og hinnum voru að segja það líka, ég meina, maður var ekkert að spá mikið í pólitík, ég meina, var einhver að spá í pólitík, ég meina, þetta einhver, kannski þú, en ég meina, en ég meina, fólk á mínum aldri, ég meina, pólitík var bara eitthvað sem maður spáði ekki, ég meina, og já, en síðan, eins og ég segi, það verða, ég meina, allan í mínu lífi, nú ég bara að tala svona persónulega, ég meina, svona hrunið, 2008, það markaði mitt svona alveg stór svona þáttaskil, þar sem maður fyrir mitt að hugsa pólitík og ég meina, og það sem er að gerast núna, ég meina, aftur, við erum þetta bara rétt að sigla inn í það, þannig að það engin leið að sjá hversu stóru verður, ég meina, ég persónulega held að hún verði alveg mjög stór og djúg, en já, en maður er að vonast til að þessi atburður muni líka að marka einhvers konar svona þáttaskil aftur, ég meina, hjá yngri kynslóð, ég meina, annars, ég meina, já, svona ef ég tala bara svona persónulega út frá mínu eigin sjónarhorni, þá hef ég í raun og veru ekki yfir neina kvarta, en ég meina, ég kem ekki af neina old money samt, en eitt annir, en ég meina, ég hef alltaf haft það fínt, en ég meina, mín saga er þetta líka á sama tíma, hversi svolítið sérstök, því ég flytt sér hingað til Danmerkur 2010, og ég meina, já, eins og ég var í HÍ í BA-námi og svo var ég að vinna á þjóðbókleginu líka og ég hafði það raun og veru bara mjög fínt, ég hafði ekki neina persónulegar áhyggjur eða neitt annað í hruninu, kom ekki fjárhags eða neitt annað og ég meina fjölskyldan mín hafði fínt líka, en síðan flutti ég hingað til Danmerkur og var í masternámi í 2 ár og síðan sko kem ég út af vinnumarkaðinn og það er þá sem að 2012 og sko ég meina með allan hérna í Danmörku þótt það voru ekki, ég meina afleiðingarnar voru ekki slæmar hér eins og annars staðar, þá voru það alveg mjög slæmar einmitt fyrir ungt fólk að koma út af vinnumarkaðinn hérna í Danmörku 2012, það var bara, ég er ekki að djóka ykkur, sko í útskriftaratriðinni þegar ég tók við þarna einhver skiptinu og og það var kökur og hvað, ég meina manneskjan sko frá háskólum sem var að tala, hún var að segja bara svona já, ok, bara svona basic, ég meina ég er auðvitað svona að paraphrase, en ekkert vola mikið, hún sagði bara já, það eru frábær árangur hjá okkur, já, meina, þið ekkert að fá neinu vinnu, ég meina, og það er bara svona, það er leitt, en já, bara gangi við, ég meina, það var bara svona, út fólk bara, ég meina, það fekk ekki vinnu, og ég meina, fólk var bara atvinnulaust í ár, og ég meina, og var að taka alls konar svona hlutastörf og ég meina, launalaustum, ég meina, ég veit ekki hvað ég heitir hérna í Danmörku, það er eitthvað fárálega það kerfi í heimi sem heitir svona job með löndi, það sem sko fyrirtæki geta sko ráðið ungt fólk og ég meina ríki borgar laun, þannig að ég meina fyrir fyrirtækin þá er þetta bara free labor, skilur við, sem að ég meina og þetta er meina einhvern veginn hljóma þetta kannski eitthvað vola vel hjá einhverjum bara eitthvað svona, já þetta hjálpa kannski ungu fólk að koma út af vinnumarkaðinn en ég meina hvernig gata fólk ekki svona stoppa sig aðeins og spurt sig bara svona, ok, herru, er ekki eitt vandamál, fyrirtækin munu nýta sér þetta bara sem free labor og það er nákvæmlega það sem ég gerði
og menna þannig að fullt af fólki var bara að vinna endalaust, bara frí og svo bara þegar tímið var búin, það var 6 mánuðir eða 12 ár, ég menna og einhvern samning og þá bara, ég menna, þeir fengi ekki vinnu, þá var það bara hent út aftur og nýfengin inn í staðinn, þannig að, en já, Á þessu tíma sem þú ert að lýsa með útskriftarveisluna, þá voru útskriftarveislir hérna á Íslandi þar sem að einhver svona af eldri kynslóðinni talaði yfir innum útskrifaðu og sögðu sko flytið út sem fyrst, finnið eitthvað, farið eitthvað í burtu. Það held ég hafi nú breyst svona kannski allra skilst á. En það er eitt sem ég vil okkar að spyrja þig á Auður í verðandi það sem að Jóhann var að segja, að 2008 hafi verið svona wake-up call og allt í einu áttaði sem fólk að það hafi lifað ykkur ástandi sem að taldi ekki vera pólitík. En það var hellinga pólitík fyrir 2008, það sem að er kallað kannski svona identity stjórnmálin í dag. Það er ekki alveg rétt að segja svo að menn hafa allir vaknað upp við að það þyrfti að vera pólitík. Nei, kannski ekki, en ég á svo sem ekkert ólíka sögu heldur en eins og Jóhann, sko. Ég var líka bara einhvern veginn, já, þú veist, Davíð Oddsson bara rosa mikið status quo og það bara svona bara lífið og svo kemur bara einhver annar Davíð Oddsson og þú veist, einhvern veginn og svo allt í einu verður bara hrun og þá fattar maður bara nákvæmlega eins og Jóhann Helgi var að segja, sko, að það verður eitthvað svona wake-up call, en varðandi sko kynslóðirnar og hvað er nýtt með okkar kynslóð, allar þessar kreppur og allar þessar nýfrjálshyggju og allar þessar óvissu, er að sko klárlega kynslóðirnar undan okkur. Þær voru ekki að ala upp börn á þessum tímum. Og það sem að þetta ástand gerir fyrir foreldrahlutverki, og við erum bara með 1000 rannsóknir sem sýna það, er að það færist úr því ástandi að það sé bara mjög ásættanlegt og bara frábært ef þú gefur barninu sko ást og mat og húsaskjól. Bara 3 tikk og þá ertu bara frábær móðir. Og þú ert bara að standa þig og þetta er bara job well done. Svo kemur nýfrjálshyggjan og svo kemur sko auki bil á milli ríkra og fátækra og það kemur þessi aukna óvissa og þá panikar ekki síst millistéttin og efri millistéttin. Hvernig ætlum við að tryggja það að börnin okkar ekki bara erfi peningana sem að við látum frá okkur því það er einfalt mál, heldur erfi þið vitið, menntunin og menningarkapitalið og allt það. Jú, við ætlum að byrja að setja þau á námskeið þegar þau eru ennþá í móðurkviði. Og við ætlum að setja þau á 10 námskeið og þegar þau eru 1 og 2 og 3 ára og við ætlum að setja þau í ótrúlega frábært fancy rekna einkaskóla því að þar fá þau bestu menntunina til að takast á við þessu óvissu sem er uppi. Og þetta er nýtt. Og þetta er ekki það sem að eldri kynslóðar hafa þurft að díla við. Þetta veldur, sko, og það er ekkert sem sýnir fram á að þetta sé eitthvað betra fyrir börn nema síður sé. Heldur er einmitt sko leið verkalýðsstéttarinnar sem er lögð áherslu á frelsi, sjálfstæði, frjálsamleik, redda sér. Það er hollt og gott fyrir börn. En við erum einhvern veginn búin að búa til samfélag og okkar kynslóð einhvern veginn búin að selja okkur það að við verðum að þjálfa börnin okkar frá því áður en þau fæðast því annars bara eigum við ekki séns í hagkerfinu eins og það er. Það er það sem okkar kynslóð er að díla við. Og mig langar að bæta við að sko akkurat þetta, ég náttúrulega vinn við það að bæði sem ég er sagnfræðingur en ég er líka skemmtikraftur og svo er ég kennari. Mér finnst þetta mikilvægast. Og ég kenni rosalega mikið, en ég finn fyrir því þegar ég var sem mest að kenna í Reykjavík, öll börn sem kom á námskeið í ágúst, þau voru bara út brunnin. Maður heyrði þau segja bara bókstaflega hluti eins og ég er búin að fara á myndlistanámskeið, ég er búin að fara á svona námskeið, ég er búin að fara á leiklistanámskeið og mér langar ekki að fleiri námskeið, mér langar bara að vera heima. Lífið ég held að það er rosalega flókið að vera foreldri í dag og ætla að standa sér sem foreldri og gefa barninu sínu alltaf besta. Og sko, þá komu lög grunnskóla árið 2008 átindi frjálshyggjunnar og orðið foreldrar kemur ofta fyrir í þeim lögum heldur en orðið kennarar. Þannig að þetta sko kerfið er líka ýta undir það að foreldrar eiga að vera bara inn í skólanum, í foreldrafélaginu, að búa til allt, að vera bara algjörlega þyrlan yfir öllu og vera alltaf með puttan í öllu og hafa alveg, þið vitið, og það er ekki bara einhverjar brjálaðar mæður sem er að finna það upp. Þeirra viðbrögð eru svar við kerfinu og við nýfrjálshyggjunni sem er í gangi í þjóðfélaginu og þeirra viðbrögð eru mjög eðlileg og þeirra miða við hvernig kerfið er sett upp. Nákvæmlega, þetta er
sko, þetta helikopterparenting, þessi þyrluforeldrar, kerfið ýtir undir þetta og ég verð að játa, sko, núna í þessu samkomubanni, ég horfði upp á allt fólki í kringum mig þurfa að verða heimakennarar, fylgja prógrami, ýta börnunum í að standa við þetta og með fullri virðingu fyrir því, þá persónulega, ég hefði geta verið að taka upp einhver vídeó, senda nemyndunum mínum og eitthvað svona, en ég ákvað bara, ég ætla bara að bíða þetta samkomubannið búið og svo lengi ég bara önnina. Þannig að ég til mig byrjaði að kenna aftur í gær og nú kenni ég bara fram í byrjun júní. Þá missa þau í heildina 2 tíma með að uppáhaldt námsplan en ég hefði ekki viljað bæta á þetta álag sem að Auður að tala um. Halldór, nú man ég ekki, þetta heiti Ará sem bjó til tónlistarskóla í fátækrahverfum Venezuela fyrir einhverjum 30-40 árum. Og hann viðtalið einhvern tímann og hann sagði einhvern veginn í þá verun að sú kreppa sem við stöndum frammi fyrir ekki efnahagskreppa eða stjórnmálakreppa eða stjórnsýslukreppa. Þetta andleg kreppa og það svo andlega kreppa sem á sér þessar ólíku birtingarmyndir sem birtist í efnahagskreppinu okkar og birtist í stéttaskiptingu og öðru slíku. Niðurstaða hans var svo að eina leiðin til að lækna þetta, þessi andlegu kreppu væri annað list eða guð og hann vissi ekki þetta guð en hann kunni á hljóðfæri og hann fór út í fátækrahverfin og fór að kenna músík. Þegar ég var að hlusta á eitthvað tala og þær núna síðast, þá rifjaðist þetta upp fyrir mér að það eins og sé ykkur svona dauðans dauði í brjóstinu á okkur, inn í menningun okkar. Já, ég held að það sé, ég tek undir það. Sko, ég fer að hugsa, sko, það náttúrulega mikið látið bara í heiminum, en líka hérna á Íslandi kannski sérstaklega, eins og þessi kreppa 2008, þú veist, það eiginlega bara má eiginlega ekkert, sko, mér líður eins og hún sé, sko, við séum eiginlega ekki byrjuð á nokkurn hátt að gera þetta upp, en samt einhvern veginn stemningin svona sem að megi eiginlega ekki tala um þetta, sko. Þetta sé bara einhvern veginn liðin tíð og ekkert að hugsa um þetta, en að því að við erum að tala um svona einhvers konar pólitíska vakningu persónulega hjá okkur sjálfum á þessu tíma, þú veist, ég man eftir því, þegar ég kom heim, held ég, bara heim til foreldra mína, örugglega bara þetta leyti sem bankakerfið hrundi 2008, þá man ég alltaf nákvæmlega þetta, að pabbi minn sagði við mig, sko, þetta heimspekilegt gjaldþrot en ekki efnahagslegt og ég hugsaði ég skildi ekki neitt hvað hann átti við, sko. Og tók mér bara langa tíma að hugsa um þetta og ég tengi svolítið mína pólitísku vakningu við þennan tíma og maður hefur hugsað þetta að þessi kreppa sem hófst 2008 náttúrulega bara engan veginn búin, hún var bara henni var kannski beint í einhverja nýja farvegi með því að móka prentuðum seðlum til einhverja stórfyrirtækja, sko, en hún þarna ennþá og það þetta, sko, já, þetta heimspekilega gjaldþrot algjörlega sem við erum bara ennþá að díla við og ég held að þessi COVID-krísa sé bara svolítið svona eins og að sé að íta á spóla fram á við takkan með það og þetta sé í rauninni bara áframhald af því sem ég tel það, sem við upplifum 2008 og mér finnst... Þetta flækir í svo svolítið stöðuna, ef þetta bara efnahagsleg kreppa, þá verðum við bara að bregðast við því og taka völdin á auðvaldinu og byggja hér upp skárra samfélag. En ef þetta einhvern veginn svona ofanalagi einhver heimspekileg og andleg kreppa, að þá hætta við að við sitjum bara alltaf í stólnum og gerum ekki neitt því að ef þú vilt gera eitthvað, bregðast við þessu að þetta efnahagsleg kreppa, þá ættir að gera eitthvað heimspekilegt. Og ef þú vilt bregðast við þessu heimspekilegt, þá ættir kannski frekar að gera eitthvað sem að væri bara klassísk eldri gerða pólitík. Já. Þetta ekki svolítið hættulegt? Það getur verið. Mér finnst ég svona sjá, þú veist, alltaf ákveðin teikn á lofti hérna, eins og mér finnst til dæmis áhugavert að öll markaðssetning í dag og hvernig talað til að vera með að hugsa um þessa kynslóðar okkar, að þetta allt þess að öll áherslan í allri markaðssetningu og hvernig öll fyrirtæki tala út af við á svona inspirational nótum, þú veist, að það var alltaf öll fyrirtæki fyrir að sína þau hafa einhver ákveðin gildi og þau trúi á eitthvað og rauninni setja upp eitthvað leikrit um að þau snúist um eitthvað annað en að búa til hagnað. Og það held ég vegna þess að þessi kynslóð okkar held ég uppfull af vonleysi, sko, og þráir að í rauninni trú á eitthvað og að því leyti helst að ég hendur við held ég, sko, að það náttúrulega ungt fólk í heiminum sem eru
þessi kynslóð ídealista kynslóð, virðist vera. Það hún sem vill kjósa Bernie Sanders og Corbyn og svo framvegis og ég ætla að leiða þetta að því að mér finnst eitt af mörgu sem ég finnst vera eiginlega með ólíkindum að eiginlega ekkert talað á Íslandi. Það þetta að það hefur ekkert verið neitt traust á Íslandi til stjórnmála frá 2008 og það bara einhvern veginn látið eins og þetta sé ekki þarna. Það koma bara fréttir vinsældir ríkisstjórnarinnar aukast núna í COVID-krísunni vegna þess að hún sést ekki. Það ástæðan og það ekkert traust til stjórnmála og ég held að það bara það getur ekki gengið nema ákveðið lengi sko. Það miklu alvarlegra hér heldur en að þegar þú segir þessar fréttir að traustið á stjórnvöldum vex en ef þú berð þetta saman við önnur lönd þá þurfum við að fara til Búlgaríu til þess að finna sko almenning sem hefur jafn lítið traust til stjórnvalda á Íslandi. Við erum á pari við sko þjóðir sem voru straujaðar af Sovjetinu og svo dólga nýfrjálshyggjunni og svo þjóðirnis ofstoppa. Við erum þar með traust á stjórnvöldum. Já, ég bara eitt stuttur punktur, ég ætla ekki að halda orðinu lengur að mér finnst áhugavert og ég hugsa stundum Ísland það lítið samfélag, stundum held ég að þú getur dregið bara ágætis ályktanir af því bara að tala við fólk í kringu þig, bara nokkuð stórar ályktanir og ég verð að segja fyrir mitt leyti, ég kannski segir þetta eitthvað mig og fólki sem ég umgengst, en ég þekki engan sem hefur einhverja trú á allavega að segja stjórnmálaflokkum en líka eiginlega bara á lýðræði á Íslandi. Ég veit þetta hljómar hræðilega en ég þekki engan sem af minni kynslóð sem eitthvað setur upp slaufu á kjördag eða eitthvað sko og tekur þetta eitthvað mjög alvarlega eða heldur að þetta sé sko raunverulegt bara því miður og það mín sannfæring að það get ekki gengið nema ákveðið lengi og það sé ekki hægt nema ákveðið lengi að láta eins og þetta bara sé ekki það. Ok, þið eru kynslóðir sem áttu að vera það besta útgáfan af sjálfum ykkur og eru full af vonleysi, að missa trúna á lýðræðinu og svona félagslegri þátttöku. Stundu segir maður að sko það sem að við þurfum að lækna í okkur sko hópdýrið. Við erum alveg búin að lækna einstaklingin í okkur alveg rosalega mikið en við erum orðin rosalega lélegir í hópdýrinu. Getur það verið, Jóhann? Að við þurfum bara að æfa okkur að fara í svona push-up við að verða betri í því að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi? Já, ég meina, augljóslega það augljóslega, en spurningin hins vegar sko, hvernig við förum að því, ég myndi segja sko, að nýfrjálshyggjan, og svona aðal svona feature hennar einmitt þessi sko gríðarlega einstaklingshyggja. En svo já, ég gleymdi að minnast á áðan, þetta svona ópólitíska vekk sem var í gangi fyrir þarna hrunið, sem maður upplifði, þetta auðvitað nýfrjálshyggjan, þetta eina af afleiðingum, þetta sem hún gerir, hún stóð af stjórnmálavæðir og svona atomiserar hún, og ég ætla ekki að vera með eitthvað, ég ekki að segja það, sko, en ég búin að vera að lesa mjög mikið, sko, það sem að bara, þetta búið að ganga svo langt, sko, og að spurningin sko, hvernig við snúum tilbaka, auðvitað á að reyna að organisera og en sko, það ekkert að ganga voru vel, bara let's face it, sjáðu bara, það bara sko widespreading og svona nihilismi í gangi, sko, fólk mitt, eins og þú segir, sko, eins og Halldór var að segja, ekki bara að missa sko trúna á lýðræðinu, heldur bara öllu, sko, öll gildi eru bara eitthvað joke, það bara eitthvað svona, hver trúir á eitthvað, bara svona, myndi ég segja, bara frekar, ekki bara lýðræði heldur bara hvað sem þannig að, já, ég segi, auðvitað, ég þetta sósíalisti og ég kallaði þetta eftir bara, organiseringu, bara organize og að byggja upp fjölþæðing, en hvernig fer maður að því, á þessum tímum, ég hef ekki svarið því, Kannski hefur Auður svarið því, þetta svona, á hvað trúir þú, Auður? Á hvað trúi ég? Þú ert ekkert að spara stóru spurningarnar. Ég bara sorglega sammála, sko, Jóhanna Halldóri og og eins og Halldór að segja, ég þekki heldur engan í kringum mig sem að setur upp slaufu og labbar niður í ráðhús til að kjósa. Ekki það að fólk kjósa ekki endilega, en það ekkert brjáluð stemning fyrir því, sko, vægt til orða tekið. Og allra síst eftir síðustu ríkisstjórnarmyndun, það var bara
þeir fáu sem að þó höfðu einhverja trú á vinstrivægnum, já, mistu þá trú algjörlega. Kannski listaverk... Við erum rosalega bjartsýn og skemmtileg. Listaverk eftirhrunsárana, það bónusfáninn á Alþingishúsinu og svo kúkurinn á kjörseðlum, samkvæmt þessu. Það eitt af því sem við ekki mátt tala sko. Þetta stórkostlegasti gjörningur eftirhrunsárana, en það bara, ég vissum að þetta fyrsta skipti sem þið hafa heyrt þetta í svona 5-6 ár, þessum mynd á að konuna sem kúkaði á kjörseðlum. Nei, ég hef alltaf haldið með henni, sko. Það hún uppáhaldslistakona mín. Nei, það svolítið skrítið að hlusta á þetta vegna þess að ég náttúrulega bý í svo allt öðruvísi veruleika. Ég bý á Ólafsfirði þar sem fánastöng í hverju einasta garði. Ég ekki búin að koma mér í fánastöng, ég ótrúlega hallærisleg. Ég bíð eftir að kvenfélagi komi á banki og spurji hvað sé að og hvort sé þetta hjálpa mér eða eitthvað. En hérna flaggað á öllum fánadögum. Hérna samfélagspólitíkin allt öðruvísi heldur en í Reykjavík. Þannig að Lýðræði virkar öðruvísi í þorpinu þar sem að fólk þekkir hvort annað og verður að taka tillit til hvort annars. Það ekki þetta ofbeldi sem að viðgengst í Reykjavík, þótt að Reykjavík sé nú lítið annað þorp, sko. Ég meina, ég ekki að segja að það sé ekki hart rifist pólitíkina hérna og stór orð falla og allt það, en ég, þessu samfélagi alveg niður í unglinga, það eru allir með í pólitíkinu og áhugasamir, sko, en auðvitað þetta ekki svona í Reykjavík, en svo finn ég líka svo rosalega mikinn mun. Ég gæti trúa að þetta væri, þú veist, ég komandi utan að landi og svo bjó ég líka á Akranesi lengi og ég held að við sem komum út á landi, við hugsum svolítið öðruvísi hérna pólitík og samfélagsmál og annað. Þetta okkur aðeins meira hjartans mál held ég. Og ég held að það sé út af smæðinni. Þið eru nær valdinu, þið hafið raunverulega möguleika til að hafa áhrif á samfélagi sem búið í, sem að fólk í borgum og jafnvel í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu upplifir að það hafi ekki, sko. Já, og ég meina ekki bara lokalt, heldur sko á landsvísu, því að, þú veist, mér finnst að ég hef verið búin að laga, sko, þetta kerfi, en staðurinn samt svo að mitt atkvæði vegur þyngra núna, heldur en því ég bjó í Vesturbænum. Þannig að lausnin að við flytjum öll út á land. Eða flytja þorpið í borgina, að hafa smærri einingar, að færa valdið nær fólkinu, myndi sósíalisti segja, er það ekki, Jóhann? Sorry, hvað getur við þetta? Að færa valdið nær fólkinu, að það ástæða fyrir því að fólk út á landi í smærri þorpum upplifir sig kannski hafa meira með samfélagið að gera sem að býr í, heldur þeir sem að búa í stærri bæjum og borgum? Nú hef ég einungis búið í einum litlum bæ út á landi og það Akureyri og nei, það engan veginn málið það, það bara eitthvað. Nei, ekki, ég ekki að tala lítið Akureyri, ég elska Akureyri, en ég get ekki séð að sé einhver brjálæðislega, einhver svona stjórnmála vitund og ástríða í gangi þar, sko, ég meina, en það ekkert minna þar, endilega heldur en neinstar annars staðar, sko, það ekki í gangi hérna, ekki nema að fara niður Kristíníu eða eitthvað þannig. Ég meina, ef ég bæti kannski aðeins við það sem ég var að tala áðan, ég meina þessi sko afstjórnmálavæðing, hún ekki bara til sko stjórnmála áhuga almennings og stjórnmála áhuga og þátttöku almennings, ég meina hún til stjórnmála sjálf, ég meina þú tekir það sko, ég meina að horfa á sko fylgjast með pólitík og bara svona, ég meina horfa á einhverja umræður, ég meina það ekki pólitík í gangi, ég meina þetta fólk tala bara hagfræði og ég meina það ekki verið að ræða hugmyndir, sko, ég meina það ekki verið að svona að beita einhverjum svona stór hugmyndir, þetta allt bara eitthvað svona einhverjar bara eitthvað hagfræði, ég meina þetta þið tala bara eitthvað hagfræði, ég meina og þetta mitt annar liður að afstjórnmálavæðingu sem ég var að tala um. Þannig að svona tækni, snúa stjórnmálunum svona tæknilegar úrlausnir á þröngu vandamálum. Og ég meina það hálf indislegt að fylgja sér með því, sko, eins og núna. Ok, ég meina ekki, ég ekki að segja það gaman að fylgjast með. Þegar það mitt, sko, ég meina, hafið þið einhvern tímann séð Bjarna Ben ræða pólitík af einhverju dýpt eða viti? Ég meina bara svona ándjóks.
ég meina, og síðan sko, þegar þeir koma fram og bara svona, og það svona, þeir verða einhvern veginn að, ég meina, það er alltaf bara eitthvað hilarious bull, eitthvað, ég meina, hann kemur með eitthvað Margaret Thatcher quote, eitthvað, bara svona, eins og hann sé 10 ára, ég meina, það er bara, ég meina, já, þetta bara eitthvað svona, já, það er engin pólitík í gangi í pólitíkinum, eða það sem ég að segja. Ok, það er hérna þekkt í sögunni að vondir tímar geta getið þessu góða hluti. Það er bara að taka dæmi af kólerufaraldrinum á 19. öld sem að bætti aðbúnað fátæks fólks. Kom vatnsveitu inn í borgirnar, þannig að það væri hreint vatn og ómengað. Kreppan sem var fyrir 100 árum, sem að Bjarni Ben umræddur, hefur vísað til sem helsta líkingi, sem er dýpsta kreppa sem hefur komið í nútíma Ísland. Hún, í upphafi hennar að þá var stofnað Alþýðusamband Íslands og Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem var stjórnmálaarmur samvinnuhreyfingarinnar sem var virk alþýðuhreyfing og á örfáum árum að náðu þessi tvö öfl raunverulega að breyta íslenskum stjórnmálum, að losa okkur út úr heimastjórnarstjórnmálunum sem voru eiginlega stjórnmál borgarastéttarinnar þá og halda völdum eiginlega frá miðjum 3. áratugnum og fram yfir stríð og það var ekki fyrir en eiginlega eftir stríð sem að Sjálfstæðisflokkurinn sem er afsprengi þessara stöðu að borgarastéttur þurfti eiginlega endur meta stjórnmálaþátttöku sína og birtast með nýjum hætti á leikvelli alþýðustjórnmálanna. Það er náttúrulega kosningaréttur kvenna er líka, fyrstu kosningar eru 1916 og aukinn kosningaréttur fátækra karla. Þannig að þessi djúpa kreppa, hún umbreytti eiginlega og bjóð til þau stjórnmál sem að kannski fólk er búin að missa trú á í dag. Og þá kemur önnur svona létt og auðveld spurning til þín, Halldór. Það getur verið að þessi kreppa 2008 og svo núna kórónukreppan sem að flestir tala nú á því að geta orðið mjög löng. Ég hlustaði á Warren Buffett á sínum hluthafafundi núna á laugardaginn og hann talaði bara löngukreppuna sko á 20. öld og talaði hvað hún hefði verið rosalega löng og þótt að hefði komið einhverja uppsveiflur á leiðinni að þá hefði það verið mjög löng kreppa. Og hann fagnaði líka á þeim tíma hefði komið ýmiss konar reglugerðarbreytingar sem hefðu lagað Bandaríkin stórlega. Er möguleiki á því að þessi kynslóð, eins vonlaus og þeir lýsið henni, að hún geti búið til gott úr slæmum tíðindum? Ég held það og ég vil svo sannarlega trúa því og ég held að það er svona manns skynjun að einmitt þetta er svolítið sérstakt að það virðist vera að þessi kynslóð sé bæði svolítið vonlaus en leið ídealist. Hún er mjög þetta er svona svolítið en maður getur gengið svolítið að kalla þetta sé hún er hugsjónarík sko. Held ég að ég geti sagt. Þannig að þetta er einhvern bæði ákveðið vonleysi og engin trú á því hvernig hlutinu er í dag en leið mjög ídealist, mjög mikið hugsjónum. Þannig að ég hef svo sannarlega trú á því að það geti gerst en það verður náttúrulega svo við komum aðeins eftir inn á hvar er umræðan svona grundvallar spurningar bara mannlegt þjóðfélag og bara sko stjórnspeki liggur mig við að segja, hvar er hún á Íslandi, hvar er sú umræða og núna eru náttúrulega svakalega máttug hagsmunaöfl sem munu vinna að því nótt til 19 dag að hér rísi upp alveg eins hagkerfi og var og alveg eins ástand og mér svona sýnist á öllu að fjölmiðlar mun ekki hjálpa mikið til við þessa umræðu. Þú veist, það er bara bæði hér á Íslandi og bara almennt og yfir höfuð. Mér finnst langflestir í kringum mig sem hafa áhuga á bara samtímanum og því hvernig heimurinn er að þróast og svo framvegis. Þetta fólk er bara að hlusta á podcast allan daginn og eitthvað eins og við erum að gera hér og nú sko. En það er ekki, ég gerðist sjálfur áskrifandi að New York Times núna í janúar í fyrsta skipti og ég var að hætta því núna í síðustu viku af því að ég bara gat ekki lesið þetta blað lengur. Og ég held að það sé svona kannski, myndi ég segja fyrir mitt leyti að fyrsta skrefi væri einhvers konar bara að byrja þessa umræðu og það sé einhver vettvangur fyrir það að ræða í alvörunni eitthvað sem ég myndi kalla stjórnspeki og bara grundvallar spurningar mannlegt samfélag. Þegar ég held að þetta verði að byrja þar, bara algjörlega á grunninu. Hvað er mannlegt samfélag, hvað er manneskja og þetta er heimspeki sko. En ef fjölmiðlarnir eru dánir og kynslóðin er búin að missa trú á stjórnmálunum og fjölmiðlunum
Og fjölmiðlarnir eru náttúrulega almenningur þar sem að fólk kemur saman og ræðir sín á milli og hvers konar samfélag vill búa í. Þannig ef að vettvangurinn er ekki til og þetta er allt farið niður í einhver dreifð kjallarherbyggi hér og þar í smærri grúppum, að þá er náttúrulega aflið til þess að breyta hlutunum. Hvar á það að breytast fram? Í samkomubanni og allt. Það er bara, held ég, 1 milljón krónu spurningin, sko. Ég vissi svarið við því og ég sjálfur einhvern veginn flakka milli þess að vera draumáramaður og bara bölsýnismaður algjör. Þannig að ég hreinlega vita ekki, en bara það að, já, eins og þetta sem við erum að gera hér og nú sé til og eins og ég segi, öll þessi blessuðu podcast sem fólk er að hlusta, þetta virðist vera hægt og já, maður þarf bara að halda í vonina að þetta halda áfram, sko. Þurfum við ekki bara að halda í vonina. Það er rosalega, mér langar ofta að taka alla samfélagsmiðla og internetið og bara fleygja þessu í ruslið út af einhverju fólki sem er að nota þessi samskiptatækifæri til þess að vera ömurlegt. Eða til þess að tala með hversu skiptir engu máli. En ég er samt að horfa á það í dag að umræða til dæmis mál sem skipta máli eins og til dæmis andlega heilsu, vellíðan, að taka ábyrgð á eigin vellíðan og þú veist, alls konar svona dót sem enginn var að tala fyrir 20 árum. Þetta er komið í umræðin í dag og þykir valið og það er út af samfélagsmiðlunum. Þannig að kannski er ég draumaramanneskja en mér langar að halda í vonina að kannski munum við læra að nota þessa samskiptatækni til góðs. En það verður náttúrulega ekki á meðan að memi og Twitter-statusar í 144 karakterum eru gildandi leið til að koma skoðunum á framfæri. En kannski það maður þolinmæði, kannski þarf maður að hafa trú á the long game. Ég held að það sem við þurfum líka að gera er að þora að beita ímyndunaraflinu á öflugari hátt, af því að sem er kannski að hluti til það sem að þið tvö eru að kallast líka, þú kallar það Halldór að tala um stjórnspeki að hvaða þýðir að vera manneskja og ég held reyni ég sé að segja það sama bara frá kannski annar hlið sem er að mér finnst ofta þegar við erum að tala og hvernig þjóðfélag viljum við hafa og þegar það eru einhverjar umræður í mainstream fjölmiðlunum og eitthvað svona, að þá kannski af 10 þáttum sem að væri hægt að skoða, þá eru svona 9 sem eru bara gefnir. Bara já, sjálfsögðu er þetta svona og svo getum við rætt þessi 10% útfærsluatriði. Og mér finnst þetta alltaf vera svo mikill skortur á ímyndunarafli. Bara, þú veist, af hverju er allt þetta gefið í þessari jöfnu sem við erum ætlum að tala hér í 2 ár. Og ég veit ekki alveg hvað þarf að koma til þess að við förum á þann stað að geta í alvörunni ímyndað okkur niður í rótina, sko. En kannski þurfum við bara nógu langa kraftu af því að síðasta hrun, þú veist, þegar maður er búin að sjá þjóðfélag hrynja og bara spretta svo upp eins og svona gorkúla, bara með nákvæmlega sömu spillingu og sama kapitalisma og að þá er maður einhvern veginn bara, já ok, þetta hrun var ekki að gera sig fyrir ímyndunarafli okkar, kannski þurfum við bara miklu lengra erfitt ástand, ég veit ekki, þetta hljómar illa. Það hljómar mjög illa, þetta hljómar, gefið mér lengri kreppu, þetta hljómar ekki vel. Ég bara hugsa hvað við þurfum til að ég er að upphugsa hvaða hjartastuðtæki við þurfum. Kannski þurfum við akkur bara að vera heima og horfa á hlutin og bara skammast okkar pínlíti og hugsa hvað vil ég? Já, spyrja annað svona líkum kynslóð. Ég sagði áðan að ég hefði verið í kynslóð sem var svona á milli hippanna og punkarana. Ég er svona aðeins og gamall til þess að vera punkari og ég er ungur til að vera hippi. Og kynslóð sem er undan mér, svona eldri en ég, hún er mjög stór kynslóð, en stóru kynslóðum sem komst til valda og breytti samfélaginu. Það er þetta að rekja þessa kynslóða þegar hún átti börn, það var lögð mikil áhersla á að yrðu leikskólar. Þegar hún var í námi þá var lögð áhersla á að yrði betri námslán. Þegar hún var komin á húsnæðismarkaði þá voru húsnæðismálin og núna er hún að fara að vera eftirlaun og nú er mikil áhersla á kjör eldri borgara. Þetta er mjög sterk kynslóð sem við erum mótað og við þekkjum það líka í Bandaríkjunum, þar eru með eftirstýsar á kynslóðina sem raunverulega átti forseta í meira en 30 ár í röð.
Á undan ykkur sterk kynslóð. Þið eru aðeins ung til að vera sömu kynslóð og Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir. En það kynslóð sem mjög sterk á Íslandi. Og ef maður bara ber saman valdafólk á Íslandi, þá það eiginlega, þá deilir hún völdum, annars vegar með fjórðungsleyti með búmerónum sem eru eldri og fjórðungsleyti með þeim sem eru yngri, sem eitthvað kynslóð. En hún raunverulega ríkjandi kynslóð á Íslandi, svipað og víða orðið held í Skandinavíu. Ég held að nú auka aðeins á þunglyndi ykkar og spyrja, getur ekki verið að þið séu svona kynslóð sem kemur svona í hólinn og eftir sterkri kynslóð og það mun enginn hlusta neitt sérstaklega á ykkur. En hvernig ætlaði að láta fólk hlusta á ykkur? Já, mín leið að sjálfsögðu svo að spilla æskunni og kenna þeim að öll dýrin í skóginum megi vera vinir og við eigum að deila leikfengunum og resursinu. Ekki sem segir Jóhann, hvernig ætlar ykkar kynslóð að komast til áhrifa og valda? Ef ég væri með eitthvað master plan, þá væri ég ekki að segja það hérna í þessum þætti. Þá væri það þetta hérna, leyndamál. En ég vil samt bara áreita eitt, mér finnst þessi kynslóð engan veginn eitthvað vonlaus, og hún ekkert verri en einhver önnur, en eitt annir, og ég held að líka þetta sé eitthvað sem mjög hættulegt, þetta með að spila svona einhverjum kynslóðum með einhverjum svona, þetta bara eins og, þetta alls að tekið bara í bók, að spila einhvern veginn kynslóðum eða skettum á móti ykkur öðrum og eftir hrunið 2008 það var ekki reynt, það var gert og það virkaði, það var skellt skuldinni, á niðurskurði á bara svona kennara, bara framhaldsskólakennara. Og sagt bara já, þeir eru svo gráðir með öll þessi eftirlaun sín og svona dót. Og þetta sín virkaði. Þannig að já, ég tekið þátt í svona tali eitthvað þess. Og þessi kynslóð eitthvað, allar kynslóðir eru þetta bara, svona afleiðing, eða bara svona afrakstur þessi umhverfi sem það helst upp í. Og þessi kynslóð er þetta bara, nýfrjálshyggjan er þetta mjög gríðarlega svona sterk og meðvituð bara svona gagn árás sem hafði alveg gríðarlega svona langar og miklar afleiðingar sem við erum ennþá að díla við og eitt kannski sem og annað, þetta er líka hluti af nýfrjálshyggjunni, er þetta tímaleysi líka, mín kynslóð og mér finnst einhvern veginn bara, lest fréttin og það verið að ræða eitthvað, það bara eins og það, allt gerist í einhverju svona kúlu og það eitthvað svona, íneinu samhengi vinni, það ekkert lið, það alltaf bara eitthvað svona, það sem að gerast hér og nú og bara hvað að fara að gerast, og ekki eins og í framtíði, bara eitthvað svona, á næsta business core í mestarlega, þannig að já, það annað. Mitt masterplani náttúrulega, ég bara, býði þau ótrúlegu forréttindi að kenna á menntavísindasviði Háskóla Íslands sem gerir það verkum að ég kenni fólki sem að fara að verða kennarar sem eru svo að fara að kenna verðandi kynslóðum. Þannig að mér finnst ég persónulega býsna valdamikil í því og með bara alls konar skemmtilega kúrsa þar sem að nemendur almennt eru bara frekar til í. Og að messa yfir þeim að skólakerfin sé alltaf að standa vörðum status quo og afrakstur, samfélagslegra gilda og etc. Þannig að það er gaman og þar er einhver, þess vegna ég líka að stúdera félagslega menntuna. Af því að ég held að í menntakerfum felist einhver von til þess að hægt sé að breyta einhverju og stuðla að betri framtíð, þó að kannski saga menntakerfis sé ekkert ofsalega kannski gefi mikið tilefni til bjartsýni, þá hef ég samt alveg einhverja lágmarkstrú á því, Halldór, átök kynslóðara, þetta ég var nú að vísa til, ég var að vísa til svona að í svona þroska mannsins mismunandi stig, svona þegar maður, svona ungmanndómsstig, svo ég
nú í Jung, svona, það var svona eðlilegt þegar maður kemur svona inn í fullorðinsárin að ryðja sér aðeins spraut og vefengja það sem að fyrir og maður þarf að olnboga sig því að maður ekki beint boðinu velkominn, þannig að hver kynslóð þarf vel að ryðja sér svona pláss. Ég var að velta fyrir mig hvort að þau myndu upplifa það að þessi kynslóð sem svona fyrir ofan ykkur, sem kynslóð Bjarna Ben og Katrínar Jakobsdóttur, hvort þau fyndu svona fyrir stöðu hennar eða hvort að þið verið eitthvað hátt með öðruvísi viðhorf en hún? Það góð spurning. Ég verið að viðurkenna, ég hef aldrei velt því fyrir mér og aldrei hugsað út í það til dæmis að þau tvö séu af sömu kynslóð, sko. Og það kannski alveg rétt að að kannski erum við ekki ennþá öll sem nógu aggressív, en ég spyr mig á móti, sko, þú veist, ég hef á tilfinningunni að það sé ekki öll kurl komið til grafar ennþá eftir 2008, sko, og maður hugsa til þess, jú, það reist náttúrulega upp nákvæmlega eins kerfi og var fyrir það, en samt sem áður sér maður eins og í dag að það bara hellingur af Ameríkönum sem allt í einu, ungum Ameríkönum sem vilja kjósa sósíalista og ég get alveg ímyndað mér að það séu þetta sé kannski ekki alveg, það sé kannski ekki alveg ljóst ennþá hvort að við séum bara undir hælnum á fólkinu sem aðeins eldri við, en ég sem mér það veit það ekki, það erfitt að segja, sko. En það alveg rétt, kannski vantar bara bara herslumunir upp á það, kannski þarf aðeins meiri vonbrigði til þess að það gerist, sko. Ok, hvað það sem þessi kreppa mun þurrka út sem að má fara að fjandast til? Hvað það sem að við getum hugsanlega bara losna við? Hvað það sem að vonandi að deyja? Sveitt handabönd. Bara út. Hvað sveitt handabönd? Sveitt handabandið. Hvað þið? Sveitt handabönd. Að taka hendunar á Já. Haldið að líffrjálshyggja sé, þið hafið talað svolítið mikið hana, haldið að hún sé að deyja? Ég held að vera óskikja. Ég meina, sko, hún að deyja núna, ég meina, það alveg bara, morgunljóst. Hún ég meina, og hún mun deyja ef þetta heldur svona áfram, en ég meina, vandamál bara, ég meina, ekki bara nýfrjálshyggja, bara kapítalismi, hann eins og Fönix, hann finnur alltaf, hann rís ávallt úr hvaða öskum sem hann kemur sér í, og ég meina, og ég meina alltaf á einhvern gríðarlega svona fyrirsíðan hátt, þannig að, ég meina, það ómögulegt að segja, það, Hvað segir þið hinn? Það hefur stundum verið sagt að fólk geti ímyndað sér endalok heimsins en ekki endalok kapítalismans. Já, ég því miður svolítið sammála Jóhanni. Ég held að þessi Fönix eiginleikar eigi eftir að leiða til þess að hann blífi, sko. En mér finnst samt eins og það hafi skapast rými á síðasta áratug til að tala fleiri sjónarhorn. Svo bara að finna einhverja töfraleið til þess að það nái inn í pólitískt samhengi. Til þess að komist af kaffispjalls formatinu yfir í alvöru pólitískt samhengi. Og ég held að kannski við erum svolítið vonbrigðakynslóðin og það kemur held ég svolítið mikið í veg fyrir að við bara nennum þessu. Man nennir ekki að standa í stappi sem maður telur vera svona fyrirfram kannski tapað. Ég veit það ekki, þegar ég var mun virkari í pólitík þegar ég var yngri heldur en núna, en núna sé ég einmitt kannski eins og auðvitað að segja. Ég er náttúrulega kennari, ég umgengst rosalega mikið af ungu fólki og hef tækifæri þar til að innræta mín gildi. Þannig að það er kannski það sem að ég sé sem þess virði að eyða tímanum mínum í núna frekar heldur en að vera í 29 Facebook-grúppum að rífast pólitík eða í sjálfri pólitískri baráttu, sko. Sko, það vekur mér einhverja von að þegar ég er að kenna mínum ungu nemendum sem að vel flestir eru að læra að vera kennarar félagslegt réttlæti, að það er eins og ég sé gefa þessu fólki að drekka. Það sko,
algengasta athugasemdin sem ég fæ við námskeið hjá mér í, þið veitir, svona kennslukönnunum sem eru gerðar, af hverju er þetta ekki meira og af hverju erum við ekki búin að læra þetta fyrr og getur þetta verið, þú veist, getur þú gefið okkur meira lesefni, please, þú veist. Þannig að það allavega, það er eitthvað, þú veist, það er einhver farvegur þarna úti eða einhver jarðvegur sem að ég held að sé frjór, það þarf bara að sá í hann, sko, á nógu mörgum og ólíkum stöðum. Ég nefnilega, vitið það að krakkarnir sem að ég er að kenna, unglingarnir, þetta er svo flott fólk, þau hugsa öðruvísi heldur en ég og mínu jafnaldrar hugsa á þeirra aldri. Þau eru rosalega meðvituð samhengi hlutanna, mun meira heldur en við vorum. Og það hefur komið mér á óvart beinlínis, áður en ég fór að kenna, fyrir árið síðan, þá var ég ekki að kenna börnum, þá var ég bara sagnfræðingur að vinna með það og ég var mun svartsýnni á heiminni, ég hafði mun minni trú á mannkyninu heldur núna eftir ég fór að umgangast börn og unglingar svona mikið og kynnast því hvernig þau hugsa og hvernig þau sjá heiminn. En ég ætti kannski að taka fram að náttúrulega, ég tók mitt sirkuskennarnám undir formerkjum Social Circus hugmyndafræðinnar. Þannig ég lauk gráðu á vegum Evrópubandalagsins þar sem að sirkuskennslan sjálf raun og veru séð sem tækni til að vinna með hugsjónir, gildi, hópa, minnihlutahópa og sem sagt, þetta sem sagt sú áhersla, þessi social áhersla frekar heldur en kannski svo hugsun að búa til einhverja afreksíþróttamenn. Þannig kannski mitt innræti sem hefur valdið því ég fór dáleið frekar en aðra. En ég sé það sem, einmitt, já, ég tengi rosalega mikið við þetta sem Auður að segja. Þetta er flott fólk sem að fara að koma öflugt inn. Ég hef trú á þessu. Þegar 68 kynslóðin, hún var fyrir miklum pólitískum vonbrigðum. Hún hafði miklar væntingar að geta breytt kerfinu og glímdi við það og það var svo misjafnt út af hverju vonbrigðin voru byggðum. Í Bandaríkjunum var bara þjóðvarliðinu sigað á fólkið og það var bara smúlað í burtu og lamið. Það var bara brotið niður eiginlega bylting hverjar kynslóðar. Hreyfingin líka tvístraðist í því að það kom í ljós að það sem að sumir vildu leggja áherslu á frelsi tiltekinna hópa voru bara aðrir ekki til í að veita, þannig að það er svona hugmyndin að allur hópur getur farið saman í sameiginlega baráttu og svona lististu. Þessi vonbrigði þau gátu af sér það sem kallað nýöldin, sem einmitt að fólk fer inn og reynir að breyta, eina leiðin til að breyta heiminum að breyta sjálfum sér, sem náttúrulega einhver leyti upphafið af nýfrjálshyggjunni, að þú að breyta öllu í litlu. Ég hugsaði þetta þegar voru að tala að þið með ykkar stóru pólitísku vonbrigði farið og kennið börnunum í vonum að það sé kannski viðhalda ljósinu þar í nokkrum einstaklingum og þeir geti kannski seinna breytt heiminum, að það sé leiðin. Þetta viðbrögð þeirra sem hafa orðið vonbrigði með svona pólitíkina á stóru sviðinu? Þetta smættuna hlutverki kennarans, algjör. Ég var að tala svona við pólitísk viðbrögð. Ég ekki að gera lítið maður leggur ekki af kennaran. Ég alls ekki að gera það. Ég bara að við þurfum verið þannig að þú gefst upp fyrir að geta breytt einhverju á stóra sviðinu, svona sameiginlega, og þá fer fólk á því að sko rækta vonina í sjálfum sér eða svona því sem maður getur haft bein áhrif á sjálfur. Maður hefur ekki lengur trú á því að kerfin geti breytt eitthvað. Nei, þetta er uppgjöf, þetta er bara taktík. Ég held að við séum kannski bara kynslóð taktíkurinnar, þess að grípa tækifæri og svona pota okkar svona inn þegar að færi gefst. Halldór, þú talaður vonbrigðin með stóra sviði, stjórnmálin og fjölmiðlana. Já, eins og segi, þú veist, ég vil ekki, sko, eins og, ég vil ekki segja að við séum eitthvað vonlaus kynslóð, ég bara svona fæ þessa tilfinningu, það séu ekki margir sem í kringum mig segjum til dæmis þetta nýja ávarp forsætisráðherra. Ég þekki engan sem myndi ekki bara líta á þetta sem bara einhvern spuna og ég þekki engan sem myndi taka þetta nokkuð tímann alvarlega. Þannig að ég held að það hljóta að segja eitthvað. En hvað var það svona vonið til framtíðar, þú veist, það er náttúrulega, vandamáli náttúrulega það er svo erfitt að ímynda sér. Við förum aftur í þetta, maður elst upp í algjörlega kyrrstæðri heimsmynd þar sem að þú horfir á sjónvarpið 7 ára eða 12 ára eða 17 ára og það er bara alltaf það sama, sko.
alltaf sömu sem ráða og það bara, lífið gengur í rauninni ekki áfram, að þá svolítið erfitt að ímynda sér eitthvað annað fyrirkomulag og það hlýtur náttúrulega að vera stóri vandinn í þessu, bara þessi klísja að það er erfitt fyrir fisk að ímynda sér hvernig að vera ekki í vatni, sko. En ég held að reiðar þetta allt saman til falls núna, ég veit það ekki. Fyrir mitt leyti þá, þú veist, aftur þetta gegndarlausa vantraust almennings á stjórnmálum þýðir ekkert annað fyrir mér en þetta að fólk vantreystir eigin þjóðfélagi og í rauninni hvernig það er rekið og vantreystir fólki sem fer með völdin í þjóðfélaginu og það þýðir rauninni fyrir mér að það vantreystir þjóðfélagsgerðinni og það hlýtur þá að segja mér leið að það sé jarðvegur til þess að hugsa svolítið hættulega og leyfa sér að hugsa bara að þjóðfélagi gæti verið allt öðruvísi og kannski eru vísbendingar það aftur í því að ungt fólk vill kjósa allt öðruvísi frambjóðendur virðist vera víða í heiminum og maður vill bara ímynda sér ef eitthvað má þurrkast út þá það bara einhvern veginn þetta ofboðslega vélræna og ómanneskjulega yfirbragð á veruleikanum, sko, að þú einhvern veginn vaknar og þú opnar blöðin og það bara þú bombarderar með áróðri og þú ferð út og það eru auglýsingar og svo kveikir á fréttum, það eru stjórnmálamenn og þú veist ekki en þetta eiginlega allt saman lygi, sko, og að lífið sé einhvern veginn ein stór barátta alltaf og það sé undirliggjandi í þessu öllu saman, barátta eins við annan og það er bara svo augljóst mál að þetta þarf ekki að vera þannig. En vissulega er mjög erfitt að grundvalla eitthvað nýtt fyrirkomulag sjálfsögðu. En ég reyna að hugsa þetta svoleiðis að ég held að það sé algjörlega jarðvegurinn fyrir róttækar hugsanir. Það algjörlega. Það var skjól frá þessum áróðri í tímanum hjá Auði og Unni. Já, það er svona fólk finnur þegar kemur út úr þessari veröld sem Halldór er að lýsa og kemur til ykkar og fær smá staup af umræðum félagslegt réttlæti. Ef við ekki bara slá botnin í þetta er skemmtilegskapur að vera með svona samræður með svona stórum spurningum og kalla fólk til en það er kostur við það að það er engin ætlast til þess að við leysum lífsgáttunina, þessum er gaman að bara kasta henni bara fram og þá erum við bara að leggja til eitthvað inn í umræðu sem er vonandi á sér stað í samfélaginu og vonandi heldur áfram hér við Rauða borðið næstu daga og hugmyndin er svo að halda þessari dagskrá áfram svo lengi sem samkomubannið varir, ekki víst hvort að það verði svo lengi sem þessi kreppa varir. Hún var að spá að hún geti orðið alltaf 10 ár, ég veit ekki hvort að Rauða borðið verið svo lengi, en ég þakka Halldóri Ármann Ásgeirssyni, Auði Magdísi Auðardóttur, Unni Maríu Máney Bergsveinsdóttur og Jóhanni Helga Heiðdal kærlega fyrir spjallið í kvöld og hlustöldu fyrir að hlusta á okkur. Takk fyrir, sjáumst á morgun.